Spurningaleikur sjónvarpsins Hvað heldurðu fer að þessu sinni fram vestur á Patreksfirði. Barðstrendingar og strandamenn keppa. Umsjónarmaður er Ómar Ragnarsson. Þegar þessi spurningaþættir hófu göngu sína í haust var fyrsta keppnin milli Ísfirðinga og Barðstrendinga. Þá þótti það mikill áfangi að koma upptökubílnum til Ísafjarðar og engum datt í hug að það yrði nokkuð tíma hægt að komast með til Patreksfjarðar því að fólkið á þessu suðvesturhorni Vestfjarða er sérstaklega afskipt landsamgöngur. Að vetri til er ekkert að komast í neina átt burt frá þessum stað. En smá saman rofaði til, það kom í ljós að hægt yrði að flytja upptökubílinn með strandferðarskipi frá Reykjavík, vestur á Patreksfjörð og síðan aftur tilbaka. Og í það var ráðist. Ýmis ljón voru þó í veginum, kostnaður, erfið löndunaraðstaða á Patreksfirði og þurfti ýmsar tilfæringar til þess að landa svo stórum hlut. Bíllinn er 16 tonn, sæmilegt það, og svo stórum hlut hefur ekki verið landað frá borði strandferðarskips hér á Patreksfirði. En allt tókst þetta. Þá var annar þröskuldur eftir. Það var Gunnar bóndi á Skjaldvararfossi, hvort hann kæmist yfir Kleifaheiði. Það tókst. Og síðan strandamennir. En þar eru nú samgöngunar ekki betri. Guðmundur í Munaðarnesi, einn í því liði, hann er gersamlega afskiptur, ekki bara við aðra landshluta á landi, heldur líka við sína eigin sveit, oft á tíðum á veturna. Og sama var á teinunum með aðra í Strandarsýslu að stundum er aðeins fært flugleiðis þangað. En þetta er nú allt að smella. Hingað erum við komin á Patreksfjörð. Samkomuhúsi bíður. Það varð ofan á að fara í það vegna þess að samkomuhús í Strandarsýslu eru heldur lítil. En hér er glæsilegt hús og nú er að sjá hvort að það fyllist ekki fólki í kvöld. Þið fyrirgefið þó ég lítið bara hérna aftur nærð þetta fólk allt saman jafnvel til Bíldudals. En velkomin velkomin í samkomuhúsi góða á Patreksfirði. Ég held að þetta sé nú aðsóknar met. Að þetta sé bara ekki annað 1000 manns, það er ekki svona margir í plássinu einu sinni. En velkomin hingað í keppni Vestfjarðameistaratitilinn á milli Barðstrendinga og strandamanna. Og við höfum ekki neina vakninga hér, heldur byrjum á því að fá gestina til þess að kynna sig. Guðmundur G. Jónsson, Munaðarnesi. Sigurður H. Þorsteinsson, Laugarhóli. Stefán Gíslason, Hólmavík. Og þá er það heimamenn. Gunnar Guðmundsson, Skjaldvararfossi. Anna Jensdóttir, Patreksfirði. Sigurður Pálsson, sama stað. Og hér eru stattir tveir hagyrðingar að best að gesturinn kynni sig fyrst.
Já, ég heiti Ingimundur Ingimundarsson frá Framsóli. Og heimamaðurinn? Bragi Þórðarson, Patreksfirði. Dómar að venda, Baldur Hermansson, og með stigagjöf, hann Heiður Ósk Helgadóttir. Óskup hikstaði á þér, Heiður mín. Nó, þá held ég að sé nú ekki eftir neina bíða nema kannski að hagyrðingarnir vilji leggja orð í belg og gefa okkur nesti. Þá það Ingimundur kannski fyrst. Eða eigum við að byrja að ljóða hvor og annan? Já, höfum við það ekki bara svona í restin af þessum þætti? Jæja. Er það ekki? Já, ég minnist þess að ég var svona sminkaður, svolítið. Klæddist lífi, gamalt skinn, gláku augun aftur skinn, við að strauk hún vanga minn, vinkonan úr sjónvarpinu. Já, ég var nú dálítið óhress að koma hérna fyrir var lítill og var skipað náttúrulega með fógetavaldi og ég löghlýðinn og þá myndi ég einhvern veginn segja svona: fógetans ég virti vald og vil því öllu taka, ekkert þýddi afturhald þó enginn kom í staka. Ef ég mætti aðeins bæta við þetta þennan engang, já, illa fannst mér stakan stödd og stundum nærri falla. Þegar að heyrðist rödd við rödd, rymjandi skalla. Nú, og eftir ég var svo illa undirbúinn að það var þennan engang, sko, og þá verður það svona: heldur finnst mér hugur minn hafa betra leiði. Ég alveg upptekinn ef ég lít á Heiði. Já, við ættum kannski að bíða með fyrirpart og botna eða vil ég taka þá strax? Það allt í lagi. Já, við skulum bara... Já, ég þá byrja. Já, farðu með fyrirpart handunum. Já. Berlega munu barstrendingar vera kennsla á öllum svörum og við náttúrulega... Já, við hafið tíma til þess að botna þetta þangað til í næstu lótu. Og ert þú með fyrirpart á hann, Bragi? Já. Ómar innir, hvað og hvort, hver á slíku að svara? Það bara svona. Og hann verður að svara því. Nú ætlum við að byrja á keppninni og það fyrst hraðspurninga fyrir hálfleikur og strandamenn hafa dregist. Við spjöllum ferðalagið ykkar kannski seinna í þættinum, það býsna sögulegt, ekki satt? Og ánægilegt, já, þrátt fyrir allt. Og þá byrjum við. Hvað kallast nytjaskeppnan Gatus morhua á íslensku? Svín? Nei, það var nú ekki það. Þið getið núna stólið yfir. Naut. Naut, sagði hann, það svínasteka eða nautasteka, það hvorugt, það þorskur. Það mest fiskast þetta til Önnur spurning, hvaða hreyfing var stofnuð snemma árs 1974 og ástæða þótti til að geta að starfaði ekki á vegum Framsóknarflokksins? Möðruvellingar. Möðruvellingar, möðruvallarhreyfingi, það alveg hárrétt. Og þá kemur þriðja spurning, hvað heitir vegamálastjóri Íslands? Snæbjörn Jónasson. Snæbjörn Jónasson, já, skipti á hann veitir þín. Árnesreppurinn fyrst og svo, og svo Hólmavíkin. Fjórða spurning, milli jóla og nýjárs 1861, eða áramótin 61-62 skulum við segja, voru sýnd nokkur leikrit í Reykjavík og þar á meðal eitt íslenskt, nýtt, frumsamið leikrit sem vakti mikla athygli. Hvað hét það? Það Narfi. Það ekki rétt. Þið Útilegumyndi. Útilegumyndi, sagði Gunnar, og það alveg hárrétt.
Þá kemur 5. spurning. Eftir hvern kvæði sem byrjar á hendingunni gekk ég upp á hamarinn sem hæst af öllum ber. 3, 4. Ekki náðist það en þið. 3 sekúndur. Grím Thomsen. Skutu á Grím Thomsen en það var ekki rétt, það var Sigurður Nordal. Jæja. Að gera skjóta. Þá kemur 7. spurning. Það vakti heims athygli fyrir nokkrum árum þegar þjóðhaginn Robert Jarvik smíðaði ákveðin hlut úr plasti sem síðar var komið fyrir í skrokki 61 árs gamals tannlæknis Barney Clarks að nafni. Hver var þessi hlutur? Hjarta. Hjarta segir hann úr plasti og það er alveg hárrétt. 7. spurning. Hvaða Evrópuland er það sem er flatlent að mestu en hækkar í suðaustri? Flatamálið er aðeins 31.000 ferkílómetrar, íbúarnir eru 10 milljónir og tala tungum 2 ef svo mætti segja. Belgía. Belgía segir Stefán og það er alveg hárrétt. 8. spurning. Hvar varð Grettir Ásmundarsson sínum mat fegnastur þegar hann náði honum? 2, 3, 4. Í Drangey. Nei, það var ekki rétt. 2. Reykholum. Á Reykholum og það var rétt. Hjá Þorgils Arasyni bónda. Þá kemur 9. spurning. Dr. Livingstone, I presume, hver var sá háttvísi maður sem þannig spurði? Stanley. Stanley segir og það er alveg rétt. Sir Henry Morton Stanley. Og þá kemur síðasta spurningin í þessari lotu. Í marsmánuði 1965 varð sovjeski geimfarinn Alexei Leonov heimsfrægur á svipstundu. Fyrir hvað varð hann heimsfrægur? 2, 3, 4. Hann dó. Nei. Hann hafði verið lengst mann átt í geimnum. Nei, það er ekki rétt. Það er ekki rétt. Hann var sá fyrsti sem var eiginlega synti í geimnum. Það var það sem voru tímamót þá. Þetta voru Strandamenn og Barstendingar tóku þátt í þessu með ykkur. Þá er komið ykkur Barstendingar góðir og Strandamenn fylgjast vel með. Það var fyrsta spurning. Hvað kallast nytjaskeppnan Clupea harengus á íslensku? Það er síld. Það er síld og það er alveg hárrétt. Önnur spurning. Það vantar bara byssustingina. Hvert var tilefni þessara fleygu orða? 3, 4. Waterloo. Nei, þetta mátti nú alveg reyna þetta. Þið hafið 3. 1, 2. Þetta var komið svoleiðis að það varst meira með þetta hérna. Það var að fara að leka út varina. Þetta var, skal ég segja ykkur, þingrofið 1974. Það var Björn Jónsson sem sagði þetta. Þá kemur 5. spurning. Hvert, við spyrjum hvert var skáldið að fara sem þannig yrkir að sunnan kemur lestin mín til austurs liggur leið, nú líður brátt að kveldi. 2, 3, 4. Snorri Hjartarson. Þetta náðist ekki, þið hafið 3. Ekki hvert var hann að fara, sko. Já. Það þýðir ekki næri greinilega. Þetta er búið, það var Sordavala, Sigurður Einarsson. Spurningin. Spurning nr. 3. Það er spurning nr. 3, já. Gleymdi þetta einnig spurningu, það hún kemur samt. Og það er spurning nr. 3. Hvað heitir forstjóri áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins? Hallur Snær. Höskuldur Jónsson. Það stendur ekki, þeim áttuð ekki bíða svona, sko. Já, það er nefnilega það. Þetta er verið. Reglurnar eru það að þetta hefur komið fyrir áður í þáttunum að það er heimilt að leiðrétta samstundis. En við tökum öll töf sem verður frá því að fyrsta nafni er nefnt og þannig til önnur er nefnt að hún reiknast mönnum til mínus. Þá missaði spurninguna. Æja, þetta munaði litlu. Þá kemur 7. spurning. Árið 1982 fekk konan okkur friðarverðlaun Nóbels ásamt öðrum manni, en það sem þótti svolítið sérstakt við þetta verðlaunaveitingu var sú staðreynd
að eiginmaður þessara konu hafði hlotið Nóbelsverðlaunin í hagfræði 8 árum áður. Hvað hét konan og hvað hét eiginmaðurinn? 3, 4. Það eru 3 sekundur. 1. Macintosh. Nei, það ekki rétt og það var búið að reyna einu sinni. Það voru Alva og Gunnar Myrdal. Já, þú fyrst bara hjartasting við þetta. Já, já. Já, fyrsta ekki hvort af öðru. Þá var það 4. spurning. Ég nú alveg fer fram á aftur spurningunum, en þetta kemur allt saman. Hver var sá tvíhýtti flækingur sem fór landi ljúgandi og stelandi og stal meðal annars hundinum Víga og kallaði hann Hafstein Brím, stórmennum samtímans til háðungar? 2, 3. Skjótum á Sölva Helga. Já, það var rétt! Þá kemur 7. spurning. Hvaða Evrópuland það sem 77.000 ferkílómetrar og hýsir 5 milljón íbúa sem flestir eru mótmælendatrúar? Hæsti fjallstindurinn heitir Ben Nevis og til þess að komast á hærri tind verða menn að fara yfir hafið. Þetta ekki Írland? Nei, það ekki rétt og þá eigið þið. Bretland. Nei, þetta ekki rétt. Þetta Skotland. Skotland helst Bretland. Það telst ekki hlut af Englandi, hann telst hlut af Bretlandi. Jú, Skotland hlut af Bretlandi. Nú bara það Norður Írland sem hlut af Bretlandi ekki í írska lífveldi. Þetta 77.000 ferkílómetrar stærð, aðtöfaði það. Bretlandin bara stærri en 77.000. Já. Þar lágu Danir að ég meina standa með niður. Þá kemur mér 8. spurning, það þarf að hlusta á allt. Eigi skal skuturinn eftir liggja ef allvel róið í fyrirrúminu, en hver sat í fyrirrúminu? 3. Grettir. Það var ekki Grettir. Og þá voru það 3. 1, 2. Ingjaldur í Hellisheiði. Nei, það var ekki rétt. Það var Þorgeir Hávarsson. Þetta var á Reykjólum líka. Alveg eins og áðan. Þetta úr Gretlu. 9. spurning. Það hafa vist margir getið sér orð fyrir að tala máli friðarins, en einn maður sérstaklega kunnur fyrir orðalagið Peace in our time. Hver þessi maður? 3, 4. John Lennon. Nei, ekki John Lennon, mátti skjóta. 3. Desmond Tutu. Nei, ekki rétt. Það var friður á okkar tímum Neville Chamberlain, forsætisráðherra Breta. Og rétt eftir var stríðið skollið á. Það var 10. spurning fyrir, það bil 2 vikum eftir að geimfarinn Leonov, sem við töluðum áðan, hafði sinnt víðáttur geimsins fyrstu manna, þá lauk Antonio Senni sínu afreki sem tók 126 daga. Hvaða afrek var það? 4. En þið? Rýr hann yfir Atlantshaf? Nei, hann gerði það nú ekki. Þetta var hellakönnuður og dvaldi í helli allan hennar tíma. Það mátti reyna þetta. Og þá kannski að athuga stigin formlega, Heiður Ósk, fyrir þá sem ekki sjá það hér í salnum. Já, heimamenn eru með 6 stig en strandamenn með 7. Og það munar litlu. Jæja, hagyrðingar, ætlið að botna hvor hjá öðru núna? Já. Hvert með fyrirpartin gerð búin að botna, sko? Já, þá les... Já, Ómar innir hvað og hvort var eitthvað við, hver mun slíku svara. Sé ég belg og biði spurt úr böndum allt við fara. Jæja, Bragi minn, hvað segir þú? Farðu með fyrirpartin. Farðu með fyrirpartin, segir hann við Ingimund, þeir eru að semja þetta hjá. Já, það hræsta með barstendinga. Já. Berlega munu barstendingar bera kennsl á öllum svörum. En horstir eru horstrendingar og harðir mjög í svaðilförum. Þeir eru að tala svaðilfarir ykkar og það nú dálítið gaman að kannski heyra smá í þessu þýkumundur. Getur þú sagt svona hvað þú þurftir að leggja á þig áður en þú komst á flugvellin á Gjögri? Já, ég
þurfti nú kannski ekki leggja mikið á mig. Ég lenti fyrst á snjósleða. Já. Og svo var ég að fara í jeppa, svo fór ég á Setor og svo á Subaru og enda svo á Hrúnni. Já, og þegar þú fyrir tilbaka þá endar þú líka á Hrúnni? Nei, þetta byrja ekki á henni. Já, þetta er allir einn. Þú ert ansið mikið innilokaður hérna? Já, svona nokkuð. Ertu svona allan veturinn og þú þarft að fara á vélsleða? Já, ekki núna, það er náttúrulega, jú, það kemur fyrir. Það kemur fyrir. Sumarveturinn var alveg lokað en Já, og þú þurftir að fara líka, þú komst nú ekki alveg átakalaust úr Bjarnarfirði til Hólmavíkur? Það var að senda sterkasta jeppan á Hólmavík eftir Bjarnfirðingum, eins og venjulega. Já, var það ekki? Já, hugsa sér, þetta er mikið inn og láta sér lag. Ég vil ekki gefa mig að klapp fyrir það. En Gunnar, þú hefur ekki verið í neinu vandræði með að komast yfir Kleifaheiði? Nei. Kleifakallinn hefur vísað í veginn? Já, svo er þetta betri en á sumrinu. Er þetta betri en á sumrinu? Frosið í allar hólutnar slétt yfir. Ég skal segja það. Þetta er satt, þetta er betur. Já, það eru samgöngurnar hérna fyrir vestan. Nú eru komið að hlaupaspurning og þetta eru mikil keppnislið. Strandamenn sigruðu Dalamenn á sínu tíma í skemmtilegri keppni og Barðstrendingar sigruðu Ísfirðinga í mjög drengilegri og skemmtilegri keppni. Bjallan er hér fyrir framann og þetta eru spurningar svona sem að höfða kannski meira til yngri mannana en það eru þeir á endunum. Og þá byrjum við. Fræg hljómsveit, gömul og góð, dregur heiti sitt af nöfnum trommuleikarans og bassaleikarans sem hafa verið í henni frá upphafi. Afurðir þessara hljómsveitar sem við spyrjum undanfarinn áratug þóttu heldur bágbornar en í fyrra tók þessi hljómsveit á sig rögg og sló í gegn með skífunni Tango in the Night. Þessi hljómsveit ber einnig að hluta til sama heiti og ein helsta fisklöndunarborg á vesturströnd Englands. Svarar ekki. Nú, ég geti sagt ykkur sá til frekar upplýsingar að fyrsti stafurinn í hljómsveitinni er F. Fleetwood Mac. Það er alveg rétt. Við spyrjum með mann. Hann fæddist í Minnesota fylki 24. maí 1941 en skipti síðar nafn. Hann glamraði árum saman á gítar og blés í munnhörpu en skyndilega var hann frægur heimsbyggðina. Nó. Bob Dylan. Bob Dylan og það var alveg harrið. Öðrunafni Robert Zimmerman. Já, það er ekkert annað. Öðrunafni Robert Zimmerman, þetta var alveg harrið. Nú þá spyrjum við að lokum hljómsveitin sem er kölluð eftir tveimur blues tónlistarmönnum frá Georgíu fylki í Bandaríkjunum. Þessi hljómsveit hóf reyndar feril sinn undir allt öðru nafni en breytti nokkrum sinnum nafn áður en hið rétta nafn kom í leitirnar. Eitt af fyrirnafnum þeirra var Megadeth. Ein frægasta skífa þeirra og metnaðarfyllsta verk kom út árið 1979 og heitir The Wall. Pink Floyd. Pink Floyd, það var alveg harrið. Heiður Ósk, formleg tilkynning stöðu mála. En nú fyrir þetta að vera spennandi. Liðin eru jöfn með 8 stig, hvort? Jöfn með 8 stig hvort. Það er einmitt það. Það er nú svona einkennlegt Ingimundur að það hefur verið dálítið hlé á yrkingum skallan og svona fleira. Og ég fekk reyndar, það er þess vegna sem þú varst með skallavísu þarna. Að þetta, þér rann blóðið til skildunar þarna. Já, en ég fekk senda nefnilega vísu sem var þannig að hún er eiginlega ekki skallan. Og hún er svona: ofsa kátur Ómar hlær með áhorfendum glöðum, engil bjarta ennið nær aftur að herðablöðum. Við skulum gera hlé á kveðskap og það er leikhlé jafnframt hálfleikur og nú fáum við skemmtiatriði hérðan og Barðastrandarsýslu
Það er Jón K.R. Ólafsson sem syngur við undirleik Helgu Gísladóttur. Það er lagið Dagný eftir Sigfús Halldórsson. Gjörðu þess að vel. Jæja, ég sé nú reyndar að þú ert farin að krota þetta eitthvað á blað, Sigurður. Ert þú nú líka komin í hagyrðingahóp? Nei, ég nú ekkert sérstakur í þeim efnum, en af því að stúlkan hérna þar sem við borðum var svo elskulega að vera alltaf að bjóða okkur meira, þá sagði ég við hana: okkur bjóða allt þú mátt utan blíðu þína, og bað hana að botna, en var nú reynda búin að botna sjálfur, en ég skal ekki hafa hátt ef hana viltu sína. En stúlkan tók mig há alvarlega. Já. Tók við fyrir partinum og breytt honum örlítið. Bjóða máttu okkur allt utan blíðu þína, en býsna verður ból mitt kalt, en bráðum mun það hlýna. Ég hef tekið eftir í Sigurður að hérna Heiður Ósk hefur sérstök áhrif á ykkur sem komið svona langt að og eru komin úr erfiðu ferðalagi. Þið gjóið hérna augunum yfir og hagyrðingar yrkja til hennar, og mér dettur nú eiginlega í hug sko að það þyrfti að vera til ykkur vísa upp á Vestfisku þetta ástand ykkar þegar hún að sminka ykkur. Og það mætti kannski vera svona: eftir vegferð ógurlega stranga, augum manna heiði fara spranga, hún stríkur undur blítum vanga, það furða suma fyrir að langa. En hagyrðingar góðir, hvað segið þið? Já, ég segi nú svona frekar fátt þetta. Þetta nú í miðjum leik og... Já. Vil ég kannski bíða bara? Kannski ekki komið tími til að segja mikið. Fæst að bera minnstan ábyrgð, sagði kallinn. Það er leitt eina gátu fyrir þig. Þetta er gátu fyrir mig? Það er á hvaða karlmanns- og kvenmannsnafn sé bundið í þessu. Já. Það er ljóðagáta, það sko hlusta vel.
Og það leikur ekkert á að svara í fylgsina. Nei, bara í næsta þetta. Allir vildu vera hann, en vofleg atvik dundu. Í hennar nafni flótt ég fann, frama og þráða stundu. Já, verður þú bara ekki að svara svo sjálfur? Ekki fyrir eftir, ég skal segja. Ekki fyrir eftir? Nei, ég skal segja hvernig ég svara. Þá var það forvitur, maður getur ekki spurt. Já, þetta er vísnagáta. Já, hérna, það er gaman að þessu. Já, ég get þetta ekki sko, þú setur mig á gatt og ég fæ ekki stig fyrir þetta ennþá. Jæja, góðir barnstendingar, nú eigið þið næsta leik og strandamenn síðan. Nú eru 2 stig fyrir hverja spurningu, nú fer að hitna í kolonum. Og þá kemur fyrsta spurningin. Hver var sá Íslendingur sem ungur var tekinn til fanga af fjandmönnum sínum, ógnað með lífláti og sagði þá engar dapur í bragði: ég hugsa það, hve illt mér þykir, ef enginn skal saga ganga frá mér áður en þrýtur líf mitt. 2, 3, 4. Já, hafið þið svarað þessu? Var það Snorri? Nei, það mátti skjóta þetta var Þorgir Skarði Böðvarsson. Jæja, þá kemur dýrafræði. Hver er svo skepna grannvaxin með langa fætur, langan háls, stuttan hala, lítinn haus, stór oddmjó eyru, 120 cm í bóhæð, fer létt með að bera 40-60 kíló, en leggst niður, hvæsir, sparkar og hrækir þegar henni misboðið. Hver er þessi skepna? Hvað sá hann væri há? 120 cm í bóhæð. Þetta er lamadýr. Þetta er lamadýr, það er alveg hárrétt. Lestu tinnabækurnar? Nei. Hún vissir það samt. Þá kemur 3. spurning. Einn af forsetum Bandaríkjanna setti sér að bæta lífskjör þegna sinna, einkum hinna tekjulægri, og dró saman þessa stefnu sína í vígorðinu Fair Deal. Hver var þessi forseti? 3. Við segjum Roosevelt. Ekki Roosevelt, þá hafið þið 3. Harry S. Truman. Það er rétt, það var Harry S. Truman. Roosevelt var hins vegar með New Deal, sko. Aha, munað einum. Þá kemur 4. Hvernig er bókstafurinn E táknaður í Morse-kerfinu? 3. Langt, stutt, langt. Langt, stutt, langt, segir hann. Þetta var mjög góð tilraun, en ekki fyrst það rétt. Hvað segir þið? Ég var ekki bara að hafa stutt. Stutt, langt. Já, hvort svarið er? Sigurðar, stutt. Stutt, segir hann, og það var rétt. Fyrra svarið. Ertu gaman skáti? Allan fjandan hefur gert. Samlað frímerkjum og veit hvað. Þá kemur 5. spurning. Árið 1786 týndist maður einn fyrir norðan, en keyri hans og vettlingar komu þó í leitirnar. Hver var þessi ógæfusami maður? 2, 3. Sölvi Helgason. Sölvi Helgason aftur, ekki var það nú rétt. Þið hafið 3 sekúndur. Sigurður Sívertsen. Var það Jón Norman? Já, hvort vil ég svara? Jón Norman. Það skiptir engum máli, þetta er hvort ekki hann. Þetta var sér Oddur Gíslason á Miklabæ. Þá tekur bara Sigur Rófan gleru og hann verður svo mikið. Þá kemur 7. spurning. Hvaða uppfinningu gerði Torri Kelly frægan? Hvaða uppfinning? 3, 4. Hitamælin. Hitamælin, það er ekki rétt. Þið? 1, 2. Stöðumælir. Stöðumælir. Nei, það var sem sagt barómet, það var loftvog, loftþrýsti mælir, þetta var mælir, þetta var mjög góð tilraun. Strandamenn, þá var komið að ykkur. Þá spyrjum við fyrst, hverjir voru hinnir vægast sagt óvenjulegu skilmálar sem Sveinn Jónsson kallaður sveitarbót setti Arnóri Tumasinni fyrir því að ganga úr kirkju mótþróalaust? 2, 3, 4. Að lífið hans yrði þyrmt. Að lífið hans yrði þyrmt? Nei, það voru ekki skilmálanir. Hafið þið þetta? Að syngja sálminn hans. Að syngja sálminn? Nei, ekki var það nú. Skilmálanir voru að hann yrði handarhöggvinn og fóthöggvinn áður en yrði hálshöggvinn. Þetta eru mjög óvennilegir skilmálar.
Þá kemur önnur spurning, hver skepna sú sem syndir og skríður, verpir eggjum, lifir villt víða heim, en í íslenskri tungu orðalag, getum við sagt, sem kennt við þessa skepnu? Skjaldbakan. Skjaldbakan ekki, það rétt. Það Ánamaðkur. Ánamaðkur ekki, það nú rétt, þetta krókódíll. Verpir eggjum. Krókódílatári, já. Og nú feldu þið krókódílatári við því að þeir skildu ekki ná þessu. Þá kemur þriðja spurning. Einn Bandaríkjaforseta gerði orðin Great Society að eins konar kennimarki þeirra viðleitni sinnar að nota þjóðarauðin í þágu menningar og batnandi mannlífs. Hver var þessi forseti? Kennedy. John F. Kennedy. Nei, það nú ekki rétt, en þið? Lyndon Johnson. Lyndon Johnson, það var rétt! Það var næsti bær við. Þá kemur Morse-spurning, strandamenn. Hvernig bókstafurinn M táknaður í Morse-kerfinu? Það fjóra. 2 langar og 1 stutt. Það var ekki rétt og ekki mann skáttinn þetta. Hvað segir þið? 3? Stutt, langt, stutt. Nei, þetta eru 2 langar. Já. Þú ert búin að gleyma þessum staf? Já, svona þetta. Það hreinlega. Hreinlega. Þá kemur 5. spurning. Árið 1774 var mikill hugur í mönnum hér á landi að létta Skálholtsbiskupi yfirreið, sýslumönnum þingreið og auðugum mönnum eftirlit með jarðeignum í fjarlægum landslutum. Í þessu skyni stakk einn auðmaðurinn upp á því að ráðinn yrði einn afar sérstakur maður til þess að gerast leiðsögumaður öræfin. Og hver var þessi sérstaki maður sem það myndi ráða? Fjalla Eyvindur. Fjalla Eyvindur, báðir með það. Og þá kemur 7. spurning, hvað var það sem Ole Römer fékkst við að mæla með eftirminnilegum árangri árið 1676? Var það ekki gangur himintungla? Nei, það er nú ekki rétt. Hann er frægastu fyrir þetta. Segjum jarðskjálfta. Nei, það er ekki rétt. Þetta var ljóshraðinn. Og þá var best að fá formlega tilkynningu stiga, stöðu, Heiður Ósk. Þetta enn jafn spennandi. Reyndar eru strandamenn yfir með 16 stig en barðstrendingar eru með 13. Já. Mikil harka í baráttunum Vestfjarðameistaratitilinn og hvað segja Hagringar núna? Eitthvað sérstætt? Já, ég skal fara með ráðninguna sko, en hann er nógu blæði. Já, er ekki fyrst. Ráðningin er reyndar svo og reynar lítill galdur. Halda völdum held ég nú Heiður Ósk og Baldur. Já, það er ráðningin. Eigum að vaða í bjölluspurningarnar? Fingur á gikknum og glerugum frá. Nú er mikið spenna hér í loftinu. Þetta er úrslita sennan Vestfjarðameistaratitilinn. Þá kemur fyrsta spurningin. Kínverjar áttu sína, það ég við spyrjum það sem við átt. Kínverjar áttu sína illræmdu fjórmenningaklíku. Ég hef líka átt í höggi við 4 fanta. Af þeim er sá minnsti slingastur en sá stærsti heimskastur. Lukkuláki. Lukkuláki, það var það hárið! Bæði Baldur og Heiður réttu 5 fingur, svo hvað er þetta, 10 stig? Það hefði mátt halda það að fagnaðarláttunum. Þetta eru 5 stig sem við fengum fyrir þetta. Já, þú ert með hann á tæru, alveg svo Hallbjörn Hjartarson. Rökkulag, já, hvernig er þetta? Þá kemur önnur spurning. Ég er fjallvegur, 490 metrar yfir sjó þar sem ég er hæstur. Á rúmlega 10 kílómetra kafla ligg ég 3 síslur. Raunar tengi ég þessar 3 síslur saman, en þó aðeins fær að sumarlagi.
Ég er einn 3 fjallvega sem unnt er að fara hásumarið milli Strandarsýslu. Kollafjörðarheiði. Það er ekki rétt. Og Barðastrandarsýslu. Á sínu tíma var það deilt hvort ég skildi bættur til muna og gerður fær mest allt árið. Ég er kenndur við nytsamlegt sjávardýr. Nei, þeir eru komin niður í 0. En þetta er Þorskafjarðarheiði, hún liggur 3 sýslur. Það er það sem er svo sérkennilegt í Þorskafjarðarheiði, hún liggur 3 sýslur. Það gera hinar heiðarnar ekki. Kannski verður bara að skíkja á hana þegar við fyrir tilbaka. Þetta var svolítið kvikindisleg spurning, var það ekki, Heiður? Jæja, þetta var alveg á milli ykkar, sko. Þá kemur 3. spurningin. Ég er eina frægustu konum sögunar, dáðum allan heim, þó að faðir minn hafi hótað því að drekkja mér ef ég léti ekki af sannfæringu minni. Ég var aðeins 12 ára gömul þegar mér var ljóst hvernig mér bæri að verja lífinu. 16 ára gömul lét ég til skarar skríða og 19 ára gömul endaði ég ævi mína. Jóhanna Vörk. Jóhanna Vörk, segir það. Þið veitir líka á. Ég er svo aldrei sýsa, þetta er 4 stig. Við erum búin að fá 5 og 4 hérna hjá okkur, en það eru mikið eftir enn. Það eru eftir 11 stig í pottinum. Þá kemur ég er. Ég fæddist árið 1786 og þótti engum merkilegt. En dánardægur mitt, 7. mars 1836, er frægur dagur í sögu Bandaríkjanna. Ég ólst upp í sárri fátækt. Faðir minn leigði mig út til vinnu hjá nágrannabændunum. Hvert gat þá órað fyrir því að hartnær 170 árum síðar myndi minning mín hafa óvænt áhrif á höfuðbúnað margra manna á Vesturlöndum. Árið 1813 fór ég að geta mér orð fyrir hreisti og disku og sú frægð fleytti mér alla leið inn á þing. Ég var einn af þeim sem féllu fyrir hersveit Santa Anna í virkinu Alamo. Davy Crockett. Davy Crockett, það er alveg hárrétt. Vinsælt dægulag hérna 1955, Davy Crockett, eða Gunnar Póstur. Það er kannski þess vegna sem þetta höfða til strandamanna, er ekki dálítið erfitt að hafa póst í stundum? Jú, ég er póstur sjálfur. Ertu póstur sjálfur? Eigum við ekki aðtöga stigið núna áður en við förum í síðustu spurningu? Já, þetta er ansi spennandi. Heimamenn eru með 22 stig en strandamenn eru með 18, þannig að það er enn góð möguleiki. Það getur allt gerst í, það eru 6 stig sem hægt er að fá fyrir næstu spurningu ef að menn koma með svarið strax. Nú skulum við fá gott hljóð í salnum, nú er spennan í algjörmingi. Hvert fer Vestfjarðameistaratitilinn? Ég er bær á Vesturlandi. Í Landnámu er þess getið að hér hafi búið í elli sinni Ásmundur Atlason og verið heygður ásamt þræli sínum. Ásmundur kvartaði dauður yfir þrælnum sem þá var grafin upp og fjarlægður. Ég er innsti bær í mínum hreppi, stend undir bröttu felli 433 metra háu sem kennt er við mig. Staðarfell. Kirkjufell. Ekki Staðarfell og ekki Kirkjufell og þá eiga strandamenn allar möguleika. Skammt fyrir innan mig eru alþekkt vegamót þó að Ásmund... Hjarðarfell. Nei, það er heldur ekki rétt. Tilkynum úrslit ekki rétt að heyra hvað þetta var. Þetta var öxl undir axlaröxl. Og þetta var Axlar-Björn sem við vorum að... Pabbi Sveins Skotta. Hæ? Pabbi Sveins Skotta. Já, alveg rétt. Hérna á Rauðarsandi.
Já, það er nefnilega það. Allt getið tengt hinga vestur, nema veginn. Hann hrundi 7 sinnum niður á þeim tókst að hengja því þið voru með svo lélegt reipi. Já, það er bara svona, já. Jæja, þá er rétt að hagyrðingar kannski láti nú heyra í sér út af þessum úrslitum. Það mátti nú heyra minna. Þeir líta hvor á annan, já, yfir Þorskafjarðarheiðina. Allt var sótt á bæði borð. Já. Fjallaslegin sprettur tekinn. Þrælsniðu við þvælin orð en þreglömmuð og spennu sýtin. Já, ég held að ég verði að hafa það svona. Þó að norðan bruna bál og að í kaldan vetur, einn er hugur, eitt er mál, þótt öðrum gangi betur. Heiður Ósk, formleg tilkynning. Ég held að það færi nú ekkert á milli mála að við tökum hér í salnum að Barðstrætingar eru orðnir Vestfjarðameistarar með 22 stigum gegn 18 strandamönnum. Strandamenn ekki farið til tómhentir heim, það er nóg á konfektið. Hagyrðingarnir fá ekki neitt, segna verðilega. Gefum þeim gott kapp, stóðu svo vel, það er útilegðu. Barðstrætingar, þið eru sigurvegarar og Vestfjarðameistarar. Ég get ekki sagt ykkur núna hverjum þið mætið í næstu umferð, það fer svolítið eftir úrslitum annars þar á landinu. En þetta var frábær frammistaða og gefum þeim gott kapp. Já, þessi er nú ekki alveg lokið sýnist mér. Við skulum aðeins bíða. Hér er kominn Stefán Skarphéðinsson, sýslumaður hér. Ég langar til þess að afhenda hérna smá gjöf, en í tilefni af því að þú ert búin að gefa okkur það mikið í gegnum sjónvarpið, aðstendingum sem öllum öðrum landsmönnum, og við höfum hérna ætlað okkur að þetta er sem frá öllum aðstendingum, og þú hérna opnar eiginlega þetta mál í þeirri keppni sem við var á Ísafirði og nefndi þar ákveðin hlut. Hvernig er þetta með þetta sláturhús á Patreksfirði? Er það satt sem ég hef heyrt sagt að þið þarna Patreksfirði kallið sviðin ekki lengur svið, þessi sem eru frá Bíldudal heldur kallið þið sviðin þverhausa? Það vil ekki tjóða það. Við fórum ekki að koma að stað milliríkjadeilum. Við viljum sem sagt æsir gjöti gjalda, þú ert að gefa hérna konvertkassa á báða búa. Ég hef ekki það. Viljum við leysa út og hérna í ævintýrum áður fyrir þá var talan gull og gessema þegar hérna gestir voru leystir úr garði og þetta er svona gull slegið. Þetta er sem sagt gull slegin þverhaus. Þetta er kærlega fyrir gull slegin þverhaus. Guldslegið þverhaus, sagði Stefán Skarphéðinsson. Það ætti nú eiginlega hvor að fá sinn helmingi hérna finnst mér. Þátturinn geymir þetta til minningar. Ég get nú eiginlega ekki sagt annað en út af patró, önd mín verður klökk og til sælu gjarnan þá ég finn. Lifið heil og hafið kæra þökk því héðan fekk ég betri helminginn. Ég þakka ykkur öllum fyrir frábæra stemningu í salnum, keppendum og öðrum sem gerðu þennan þátt mögulegan og næst hittust við syðra, þá keppa Kjalnesingar og Borgfirðingar. En keppir staðurinn er ekki alveg ráðinn ennþá. Takk fyrir, þessu lokið.